Nú ég staddur í Hamraborg, langbestu sjoppu á landinu. Þið get ekki ímyndið ykkur hvað hljómsveit ég ætla að tala núna. Eða hvað? Jú, það engin önnur en Risaeðlan. Hún ætlar að koma saman eftir 20 ára hlé fyrir að hafa ekki spilað saman í 20 ár og spila á Aldrei-voru-söður 2016. Í bandinu eru 2 söngkonur sem þið ættu að þekkja, kannast við. Það engin önnur en hún Magga Stína sem syngur og spilar á fiðlu og saxófónsleikarinn Dóra Wonder eða Halldóra Geirharðsdóttir betur þekkt og einnig sem leikkona. Og einnig í bandinu eru 3 aðrir karlmenn. Það hann Sigurður Guðmundsson sem sér gítarleik, Ívar Bongo Ragnarsson sem sér bassaleik og Þórarinn Kristjánsson sem trommar. Og hann hefur verið í nokkrum hljómsveitum í gegnum tíðina. Margir kannast við eins og Vonbrigði og Bubbleflies og einhverjum fleirum. Jæja, þá hún farin. Annar af 2 vertum hérna í Hamraborg heitir Úlfur. Því ætla ég að ræða hljómsveitina Úlfur Úlfur. Hún var stofnuð árið 2011 eftir að bróðir Svartúls sem unnu músíktilraunir 2009 hætti störfum. Í bandinu eru þeir Arnar Freyr og Helgi Sæmundur sem störfuðu einnig í bróðir Svartúls. Þá að gera að segja bara veinaðu Úlfur Úlfur. Þó að ég segi löngu síðan hættir að nota sykur í kaffið, það ætli nú samt að ræða hljómsveitina Sykur sem verður á Aldrei-voru-söður 2016. Þessi hljómsveit, hún flytur raftónlist. Ég fann nú litlar upplýsingar bandið Sykur á netinu, en þá að gera að mæta bara svæðið og hlusta á þau taka lagið. Söngkonan í hljómsveitinni eins og efnilegasta hér á landi, hún Agnes Björt Andradóttir og hún dísæt. Og þið, fá ég að reyna pulsu með steiktum og tómatsósu. Það var ekki fleira. Herru já, og eitt bleikt ukulele. Bleikt ukulele, uppnefnum við bara. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Takk fyrir. Nei, ekki. Eru þeir borgað þetta sjón eftir? Tókstu upp því ég rak við?